við ætlum að enda þáttinn í kvöld á umræðu eða samtali við 3 unga maraþonhlaupara. Þeir endar hlaup ekki heilt maraþon, heldur hálft, en við sem vorum svo heppin að vera í höfuðborginum helgina á laugardaginn, við fundum heldur betur fyrir því hvernig Reykjavík umturnast þennan dag. Mjög skemmtilegir straumar, mikill kraftur, mikil jákvæðni og aldrei hafa fleiri tekið þátt í Reykjavíkur maraþoninu heldur en þetta árið. Þeir voru bara töluvert á 18.000. Verið þið velkomnir, drengir. Ég kannast með hvað þig. Já, eitthvað smá. Þú heitir Starkaður Björnsson og svo erum við með 2 Kára hérna. Já. Þú heit Kári Baldursson. Ég Kári Baldursson. Og þú heit Kári Hlíðberg. Já, einmitt. Velkomnir allir. Takk fyrir það. Þið hlupuð semst allir hálft maraþon. Já. Ekki allir 3 saman eða? Nei. Sko, ég og Kári hérna við hlupum okkar maraþon saman og síðan hljóp Kári hérna með öðrum vini okkar, sko. Já. Við byrjuðum einmitt á sikurum tímum þar sem að Kári Hlíðberg var í keppnisflokki. Ég var í keppnisflokki. Og við vorum í almenna flokki. Varst þú þá undan þeim eða? Hann var það. Ég var aðeins undan. Hefur þú áður keppt í maraþoni? Nei, en ég hef hlaupið hálfmaraþon áður. Já, þú hefur gert það. Já. En í þessu, og þá í þessu hálfmaraþoni? Nei, bara þegar ég var að æfa mig. Já, ég skil, einmitt. Og hvernig var þetta? Bara byrjum á þér. Er í lagi með þig í dag á mánudegi, 2 dögum eftir hlaupið? Já, ég er góður. Ég er bara með svolítið blöðrur og tánegluna mínar eru alveg tæpar að detta af, en annars eru bara góður, sko. Táneglunar eru tæpar að detta af? En annars eru bara góður. Hvers vegna eru táneglunar að pæli því að detta af? Ég held ég sé á litlum skóm. Og litlir skór? Já. Er það kunnulegt vandamál í þessum bransa? Ég hef ekki hugmynd. Ég held það. Já. Ef táneglunar detta af þér, hvernig er sá prósess? Er það kvalafullt eða? Ég hef ekki hugmynd. Ég hef ekki prófað en það. Nei. En þetta tala okkar með táneglunar, það er ekki lýsandi fyrir þá gleði sem að fylgdi því að hlaupa hlaupið? Nei, það er bara hluta af sig. Og líður þér ekki þannig í dag eins og þú hafir svona afreikað eitthvað? Jú, 100%. Já, einmitt, geggjað. Hvað er að frétta þínum táneglum? Þær eru bara í lagi, sko. Meira bara lappirnar sem voru í ruglinu eftir þetta, sko. Já. Ég ætlaði einmitt að fara á fótboltaæfinga daginn eftir. Já. Og ég var bara alveg dauður. Gat bara valla hlupið, sko. Það var eiginlega þar. En dreifstu þið samt? Já, ég náði nú alveg. En þetta var alveg komið í mjaðmirnar og lærin og allt það, sko. Já. Og hvað er að frétta þínum táneglum? Sko, ekki allt fínt, allavega. Ég get alveg staðfest það, sko. Skömmu eftir hlupið þá kom ég heim sem sagt, og ég fór úr skónum sem að ég vel að minnst voru of litlir. Ég deilir sama vandamáli og Kári hana. Og ég sé sokkana mína og sko hægri sokkurinn minn er bara rauður. Rauður í kringum tærnar, sko. Og ég tek hann af og það er bara blóð, sko. Þú veist. Og þarna vinstri fóturinn minn ekkert skárri. Þannig að þú veist, þetta náttúrulega, þetta tekur alveg á, sko. Þetta er, þú veist, sem manneskjur þá erum við kannski ekkert endilega, sko, þú veist, við erum svo óvön þessu, náttúrulega, þú veist, forfeður okkar voru kannski meira í þessu, en við náttúrulega erum svo óvön þessu og ég held að mest persónulega, ég meina, lengst það sem ég hafði áður hlupið voru svona 8 kilometrar. Þannig að þetta er náttúrulega rosalega stökk, sko. Já, þetta er 21 kilometri eða ekki, sko. 21,1 held ég. Já. Og þið stoppið aldrei? Nei. En drekkið á hvað drykkjarstöðum? Já, ég var líka með brúsa. Varstu með brúsa? Já, ég tók það last minute, taka brúsa. Já, en maður er svona eiginlega að drekka á ferðinni, sko, það sem maður veit ekki líka peysið, sko. Það er bara finnir þannig. Já, einmitt. Síðan líka, sko, maður finnur alveg fyrir því, allavega ég gerði það, sko, að ég þarf alltaf að halda mér einhvern veginn gangandi, þú veist, að ég má eiginlega ekki stoppa. Því ef ég stoppa þá fer einhvern veginn, þú veist, rólið mitt sem ég var á, þá bara svona fer einhvern veginn. Þetta er mjög áhugavert, sko. Já, þarf maður ekki að vera svona óbúslega einbeittur til að missa ekki viljan til þess að halda áfram að hlaupa og klára? Jú. Já. Það er svolítið þannig, sko.
í því ljósi er þá gott að hlaupa 2 og 2 saman eða fleiri en já. Ég myndi segja það, ég sko hitti þarna annan vin minn í lokin á þegar voru svona 3 kilometrar eftir þá var mitt gáðu alveg svakaleg bara til þess að klára þetta saman sko, bara við vorum að spretta alveg bara senasta kilometrinn sko. Já, það hjálpa manni alveg heilan helling sko. Bara stundum þegar maður er eftir á hann stundum var ég ekki alveg með mestu orkuna og þá sá ég starka hlaupa undan hann ég bara, ég ætla ekki að kemur ekkert andur greina Síðan það líka bara mjög gott sko því að við vorum alltaf 2 saman að það mjög gott að halda hverjum öðrum í check sko. Því að ég fann alltaf mig sko að stundum þá var annar okkar komin aðeins fram úr hinum hvað var að pace og þá ertu aðeins að segja hinum bara hei bara hægum aðeins á sér eða hinn segir við mig skilur þannig að við höldum góðum pace sko það er raun og verið þar sem það snýst allt sko. Þannig að við séum ekki að brenna okkur líka í endan þannig að maður klára þetta og það skiptir líka máli það ekki hvort þið þá eftir einhverjum eða hvort þið sjálfið brjóti vindinn það ekki, tilur það ekki eitthvað? Það var mjög hvasst sko á sæbrautinni að fara niður sæbrautina Já, það var enda mjög hvasst Þannig að það var mjög gott að hafa aðra hlaupara til þess að skila fyrir sér sko. Varst þú, þegar þú hljóst með öðrum vinni sem sagt spjallið þið saman á leiðinni eða? Sko, við gerðum það alveg Jú, við vorum alveg að spjalla en samt vorum við eiginlega mest bara að hlaupa en við sko hlupum saman að kilometer 14 síðan fórum við sundur og síðan hittumst við bara aftur í markinu Þannig að þetta er ekki svona saumaklúbbur alveg frá fyrstu mínútu til síðustu Síðan er kannski annar okkar sem vill fara hraðar og þá gefur hann bara í skilur mig Já, einmitt Hver var tímið þinn ef ég má spyrja? Klukkutími og 47 mínútur Já, það er aldrei flott Já Þið voru báður undir 2 klukkstundum ekki? Við vorum undir 2 sko hlupum saman í mark sko Já, mér fannst það mjög vel gert sko Það er mjög vel gert Þú veist, með við það við höfum aldrei áður tekið svona hlaup áður sko þá fannst mér þetta bara vera frekar gert sko Mér langar aðeins að svona fá að ferðast með ykkur í gegnum hlaupið frá ræsingu og að síðustu stundu áður en við kannski segjum líka nokkur orð bara svona menninguna í þessu öllu stemninguna og það allt saman en byrjum á þér hvað sko var startið lagður upp úr hvernig bara að vera að starta þú ert þarna í rosalega stórum hópi af fólki mikil stemning og hvað ertu að hugsa getur þú sagt okkur það hvernig ertu svona að setja þig inn í þessa þrekraun sem framöndan er Já, ég var bara mjög spenntur ég var bara eitthvað að finna út í eitthvað með úrið mitt eitthvað smá vesen en ég var bara að finna síðan blöðruna sem ég ætla að elta og síðan var það bara að passa skórni væri alveg réttir og ég væri alveg orðin heitur sko þannig að það var eiginlega sem skipti mestu máli og síðan var ég bara, svo rosalega spenntur þannig ég var eiginlega ekki að hugsa mikið neitt annað sko En hvað meinar þegar þú segir blöðruna sem þú ætlar að elta? Já, það eru svona hérar sem eru með blöðrur það stendur á hvaða tíma þeir klára þá var ég að eldast við blöðruna sem sagði 1:50 í lokin Nei, í byrjun segi ég og þannig að það eru blöðrur sem fara frá alveg klukkutíma og 30 mínútur alveg niður í 3 klukkutíma eða eitthvað svoleiðis Og hvað ertu búin að hlaupa langt þegar þú fyrir hittir hvað við segja, fyrsta skemmtiatrið því mér skilst að sé hellingur af fólki sem spilur á hljóðfæri og er að peppa ykkur Ætli það hafi ekki verið á eftir svona 1,5 kilometr Vestur í bæ þá? Já, í Vesturbænum Og manstu hvaða atriði það var? Já, það var alveg menn með gítar og pabbi var með soundbox að blasta tónlist og bara eitthvað, alls konar hljóðfæri og hátalarar og fólk að klappa og alls konar sko. Og skiptir þetta máli að maður fái þessa hvatningu og svona eitthvað fyrir skilningavitin að meðtaka? Já, algjörlega finnst mér. Þetta bara ítir mann ekkert eðlilega mikið áfram sko. Þetta bara, segir manni að halda áfram og það er svo mikil stemming í þessu og þetta bara gefur manni adrenalín einhvern veginn maður fann það líka sko sérstaklega allavega þú veist munurinn á milli þess að hlaupa í gegnum Vesturbæinn
og hlaupa niður Sæbrautina rosalegur, allavega mínum að vegna þess að þegar þú ert að hlaupa í gegnum Vesturbæinn þá svo mikil stemning, það svo mikið af fólki að hvetja þig áfram með hátalara, allskyns skemmtiatriði og slíkt og það bara eitthvað við orkuna sem gerir þig svo mótiverðan og ég held að lykillinn kannski í þessu öllu einmitt að hætta að hugsa hlaupið. Ef þú hættir að hugsa hlaupið þá einhvern veginn fer hugurinn reik og þú tekur varla eftir því og sért einhvern veginn að hlaupa. Á meðan að þegar þú ert að hlaupa niður Sæbrautina, sérstaklega fram og tilbaka, þá þetta að þú ert með vindinn og síðan þetta líka bara bein leið áfram, ekki að nema vegur, skilurðu mig. Engin tilbreyting. Ég samt, sko, ég var að skoða Strava eftir á, þá var ég að fara langhraðast á Sæbrautinni. Já, var það? Já, en kannski þá með vindinn í bakið eða hvað? Nei, bara báðarleir, sko. Já, líka mótið vindinu? Já, þá fór ég aðeins hægar heldur en þegar ég var með vindinn í bakinu, en ég fór hraðar, ég veit ekki hvað en kannski var það því það var enda spretturinn, sko. Ég held að sé meira það, sko. Já, getur verið. Og upplifið þú líka, sem sagt, sko, mikilvægi þess að hafa öll þessi atriði í kring, sem sagt? Já, bara algjörlega. Þá verður þetta ekki bara hlaup. Já, maður einhvern veginn hugsar ekki að þetta sé hlaup fyrir maður mætir bara eiginlega á Sæbrautina, sko. Og þá svona kikkar þetta inn, já, ég að hlaupa 21 kílómetrar í stæðan fyrir bara að hlaupa upp á gamanið, sko. Þetta mjög áhugavert og skemmtilegt að heyra. Hvað sem sagt, leiðir til þeirra ákvörðunar að menn eyðileggja táneglurnar á sér og hlaupa 21 kílómetra og að drepast í skróknum í dag og svona, bara byrjum á þér, af hverju? Ég veit það ekki, þetta bara eitthvað sem ég byrjaði að gera fyrir nokkrum árum og mér finnst það bara mjög gaman, mér finnst það ekki það gaman en mér finnst það mjög nærandi. Nærandi. Mætti kalla það íþróttastrák, ertu að keppa í einhverjum íþróttum? Sko, ég var í körfubolta en það ekki lengur. Nei. Þannig að þú, sem sagt, ert vanur að halda þér í þokkalegu líkamlegu formi þá? Já. Og hleypurðu þá reglulega á milli þess sem þú tekur hálft marathon? Ferðu út að skokka? Já. Hvernig æðurðu fyrir þetta hlaup, ef eitthvað? Ég bara fór mjög reglulega út að hlaupa. Já, einmitt. Og var bara eins duglegur og ég gat. Já. En já, ég hefði nú alveg mátt að vera duglegri en ég var samt, reyndi að vera duglegur. Hvað með þig? Einhver sérstakur undirbúningur? Já, ég náttúrulega fór bara út að hlaupa alveg nokkru sinni fyrir þetta en annars ekkert eitthvað mikið, sko. Hvað hljópstu lengst? Lengst hljóp ég held ég 7 eða 8 kílómetra fyrir hlaup. Já. Síðan var það bara beint að skella sér í hálfmaraþoni. Já. Og þinn undirbúningur var hvernig? Sko, hann var í raun og veru bara með voða lítill, sko. Ég hljóp held ég 8 kílómetra þegar voru svona 5 dagar hlaup og það sem mér þykir vert að minnast á það, sko, að í kjölfar þess þegar var komið að race day þá fann ég ennþá til í fótunum eftir þetta 8 kilometra hlaup, þú veist. Þannig að það svona kannski segir aðeins til svona undirbúning minn. Ég var ekki mjög klár þegar kom að undirbúningnum, sko. Nei. Og maður svona hefði kannski alveg mátt, þú veist, gera aðeins meira úr þessu. Ég var eins og ég sagði, ég var í skóm sem voru litlir á mig. Ég vissi ekkert á hvað hraða ég vildi vera á. En þetta náttúrulega bara blessaðist allt í endan einhvern veginn, sko. Þannig að, þú veist... Þið gerðu náttúrulega bara allir mjög vel í því að klára líka. Það eru þetta margir sem að heltast úr leik, sumir fá einhverja krampa og það getur ýmislegt komið upp og sennilega alltaf einhverjir sem að svona ná ekki að sigrast á sjálfum sér á þjáningunni eða getur náttúrulega fyllt þessu heilmikil þjáning, er það ekki? Jú. Já, einmitt. Ég held að þetta hafi líka verið mikið í hausnum, sérstaklega á Sæbrautinni, bara að halda áfram og... Já. Af því aðstæður voru ekkert sérstaklega góðar til hlaupsins. Það hafa aðrir maraþonhlaupara sagt að þetta hafi verið erfiðar aðstæður út af vindi. Já. Svo var eitt sem lenti því að hún var beint á ranga braut. Já, ég heyrði einmitt. Tapaði tíma. Já, ég heyrði einn sem var bara tekinn úr leik fyrir að fara vitlaust, sko. Já, ég heyrði það líka. Og en það hefur ekkert verið mál í
hálfmaraþon að þið hafði alltaf vita nákvæmlega hvert þið áttu að fara? Það var nú samt einn sem að lendi í því að ruglast sko. Einn sem við þekkjum, já. Hann var mjög góðan tíma líka. Já, mjög snöggur. Hann var tvíkinuleik. Þetta er rosa flott hjá ykkur. Ég óska ykkur til hamingju því að þetta er sko ekki sjálfgefið. Þú hristir þetta ekki fram á nærminni. Þú þarft virkilega að hafa fyrir þessu. Það er allir saman á það. En lýsið þið svo aðeins fyrir mér stemningunni eftir hlaupið. Svona þegar þið eruð. Ég var að nefna það í inngangnum að það er náttúrulega ótrúlega skemmtileg orka í borginni þennan dag. Og þetta er svona, þetta er jákvæðinni pepp og þetta er hjálp og hérna menn eru það sem mikill samhugur, mikill kraftur. Skynja maður það vel þegar maður hefur náð að klára? Já, 100%. Það er mjög góð stemming þegar maður kemur í mark og bara einmitt fullt af fólki að hvetja mann hann að loka metrana og síðan er fullt af mati og drykkjum og alls konar eitthvað, bara mjög góð stemming í markinu sko. Já, þannig að þessi dagur er ólíkur öllum öðrum dögum hérna. Já, alveg 100%. Á árinu. Og sko 80 keppendur, ég veit ekki hvort ég hafi giskað að vera 50 eða 70 manns en hérna fyrir utan þá, en það er rosalegu fjöldi. Ég var sjálfur að reyna að fikra mig frá Fjólugötunni niður í miðborg og maður kemst ekki neitt, maður bara lappar á veggi og svo er lokað þarna og þannig að þetta er bara eitt rosalegt mannhaf, en það eru allir í rosa svona einhverjum gír sko. Þetta náttúrulega er, þú veist, sko mannfjöldin sem er þarna er alveg bara, þú veist, þetta er rosalegt sko, hversu margir er einmitt að taka þátt og það er líka eitt sem að ég hef séð fólk setja stórt spurningamerki við. Það er sko umhaldið og skipulagið. Já, með ræsinguna. Já, með ræsinguna sérstaklega sko. Rígur á milli tveggja íþróttafélaga. Já, þetta var svona, þú veist, ég veit að ég og Kári getur verið saman um það sko, að við þarna skráum okkar sem sagt í hraðasta hollið sem var þarna marathon undir 1:30 sem náttúrulega var bara gerðsam joke sko. Það var ekkert við það sem að þú veist, það var ekkert þar sem að engin hugsun fyrir aftan það sko. er engin hugsun þar á bakvið sko. En þegar við komum að startinu þá er einhvern veginn allir bara allstar, sumir störtu með keppnishólinu, sumir ekki. Startið var 8 mínútum eftir en það átti að vera. Þú veist, þetta var svona pínu. Það er svona eina sem ég get sett út á. Já, þau þurfa eitthvað aðeins að hugsa sinn gang með miskilning sem þarna var, þeir sem ætluðu að fara í ræsingu framar og í keppniflokk, þeir komust ekki og hérna, en svona í stóra samhenginu þá allir nema einhverjir svona brjálaðir keppnismenn sem eru að reyna að setja Íslandsmet eða Evrópumet, þeir kannski þegar menn hafa svona að jafna það ekkert orðið mjög mikið varir við þessu óþægindi var það. Nei, látum það ekki skikja á gleðin allavega. Nei, en sko, er það algengt að strákar á ykkar aldri, hvað eru þið gamlir? Allir 17 til 18? Allir 17? Já, 16 að vera 17. Já, þeir eru 16 og 17, allir þrír. Allir á 17 ári. Er það algengt að fólk á ykkar aldri gerir þetta? Maður hefur ekki alveg 21 kílómetrar sko. Það er meira algengt að þetta sé, þú veist, 10 eða eitthvað svoleiðis. En já, það er alveg eitthvað sant sko. Ég var búinn að spyrja þennan Kára af hverju, ef við spyr þig þinn sama, hvað var það? Ég hef nú bara haft afar gaman að því að hlaupa bara síðan ég var ungur sko. En ég hef ekki verið að hlaupa langt bara síðustu ár, en ég hef bara alltaf haft gaman að þessu og Starki gamli tækifæri að hlaupa með honum, þannig ég bara tók að þeim leið sko. Og þú ert í fótboltanum? Já, ég er að fótbolta. Hvaða félagsliði? Ég er með Fylki í Árbænum. Já, einmitt. En þú, Karvan hjá þér? Já, ég var í KR. Þú veist í KR? Þannig út Vestbæingur? Já. Og þú ert í handboltanum ef ég mann rétt? Jú, vissulega. Ég æfi með Val og ég efast ekki það. Ég held að við getum allir verið saman um það að það að iðka íþrótt skiptir gríðarlega miklu máli. Það kemur að því að vera með gott þol sko, og vera bara í fínu formi, skilurðu mig. Já. Var einhver umræða í skólanum í dag? Þeir eru allir í framhaldsskóla. Er maður smá spaði í svona mánudegi eftir hálfmaraþon eða er þetta no news? Ég held að fólk vissi bara eiginlega ekki af þessu. Nei, þú veist. Ég var ekki mikið að auðlýsa þetta allavega. Maður hittir alveg einhverja sem að tóku maraþoni sko. Og maður fer eitthvað að spjalla við það og spyrja út í tíma og svoleiðis, en ekkert eitthvað svaka mál sko.
En eru þið ekki aðeins stoltara sjálfum ykkur í dag en þið voruð á föstaskvöldinu? Jú. Já, máli segja það, sko. Ég myndi segja það, sko. Þetta Og brýnir ykkur til frekari dáða? Já, alveg 100%, sko. Þetta er einmitt. Þetta er gott veganesti. Já, þetta er gott veganesti og það er ótrúlega sko mörkin yfir því að augra sér áfram og takmörkin eru það er endalaust hægt að djöfla mannshuganum og líkamannum í gegnum alltaf stærri og stærri áskoranir, ekki satt. Svona maraþón er kannski, það víkkar kannski ramman hjá mörgum. Já. Er það ekki? Jú. Getur alveg gert það, sko. Þetta skjörum mill manna, sko. Og til dæmis þá hringdi ég í þennan Kára cirka viku fyrir hlaup. Ég hringdi í henn og ég bara, Kári, kemur að taka hlaupið? Hann ekki, já, býta aðeins. Herri, já, ég til. Skilur mig. Einmitt, sko. Og þetta er einmitt það sem gerir mönnum kleift að skara fram úr einhvern veginn. Það er þetta einmitt að Skiptir það máli? Já, ég myndi segja það, sko. Já, að hlaupa á skarðið og bara gera hluti, skilur mig. Þetta er eitthvað sem skiptir miklu máli á mínu hluti. Klálega. Já, þið setið marki hátt. Yes. Það er bara þannig ætti allt ungt fólk að vera og kæra þakkir fyrir að koma hér í þetta spjall við mig á Samstöðinni og til hamingju með að hafa staðið ykkur eins og heitir. Takk fyrir. Og þá er dagskráin lokið hjá okkur í kvöld, kæru hlustendur og áhorfendur. Allt í lagi að minna á það sem við gerum stundum að ef þið eruð að njóta okkar þáttagerðar jafnt í rauðaborði sem og annarra þátta og þegar við velti fyrir ykkur hvort þið viljið styrkja okkur, hvort þið viljið gerast áskrifendur þá er það hægðarleikur. Þið farið inn á vefslóðana samstöðin.is, skrollið þar niður að finna hnapp sem ástendur áskrift og fyrir litlar 2750 krónur þá getið þið sagt að þið séuð eigendur að okkar fjölmiðli og öðlist kannski með því örlítið dagskrár vald. En ég heiti Björn Þorláksson, takk fyrir samverðin í kvöld, verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.